Við stöndum hérna á Hlíðavegi á Siglufirði við afskaplega reisulegt hús sem nú á að gangast undir töluverðar breytingar. Hvað geturðu sagt mér sögu þessa hús? Já, húsið teiknað af Guðjóni Samúelssyni árið 1946 en það var ekki farið að byggja það að steypa grunninn fyrir 51 og byggingu var lokið 56, það tók nokkuð langa tíma og svo byrjaði að kenna hérna í kjallaranum árið 1957. Og þetta sem sagt gamli gagnfræðaskólinn og það var ekki hægt að kenna hérna fyrir á síðasta ári? Nei, það var síðasta vor, það var hægt að kenna hérna, eða voru 2014 raun og veru og þetta var byggt sem skólahús og mjög vel byggt sem slíkt og þannig að innviðirnir voru mjög góði til þess að breyta því í fjölbýlishús. Og það einmitt það sem þið leggist í núna, það að breyta þessi fjölbýlishús. Hvernig verður það gert? Er þetta ekki stórt verkefni? Jú, í raun og veru er þetta mjög stórt verkefni og það hefði verið auðveldara að byggja nýtt. En við erum hérna með 15 nýjar íbúðir og það var skortur íbúðum í bæjarfélaginu í Fjallabyggð, þannig að þetta kærkomið viðbót við íbúðaflóruna. En á þetta sér einhver fordæmi, hvernig breytir maður skólahúsnæði með skólastofum og öll tilheyrandi í fjölbýlishús? Já, það náttúrulega, við erum margar útgáfur af því en að lokum komum við með hérna 15 íbúðir og það sem kostu við þetta hús er það að skipulagið mjög gott, þannig að við getum nýtt allar gluggana í stofur og eldhús og notum svo ganga sem voru mjög breiðir í geymslur og sameign að sjálfsögðu og hérna þannig að lofthæðin mikil, birtan mjög mikil, þannig að og ekki má glemma því að það lyfta í húsinu. Þetta eina fjölbýlir hérna á Siglufirði allavega sem með lyftu. Þannig að þetta svona fyrir alla og við hönnum þetta með því að í leiðiljós þetta aðgengi fyrir alla, algild hönnun. En fyrir þig, innanhúsarkitektin, ekki gaman að fá að vinna með hús sem Guðjón Samúelsson teiknaði? Jú, hann náttúrulega draumur og hann náttúrulega okkar frægasti arkitekt og eins og hefur komið fram þá náttúrulega húsið vel byggt, vel hannað, þannig að allt skipulag svona, já, það bara gengur mjög vel upp. Það hentar virkilega vel sem fjölbýlishús. Og þú talar að það sé vöntun á húsnæði hérna á Siglufirði, reiknar með því að þið muni koma til með að eigi ekki neinum vandræðum með að fylla húsið? Já, ég ætla rétt að vona það. Það alltaf búið að vera síðustu ár skortur á húsnæði. Það náttúrulega húsnæði hér til sölu, bæði hér og í Ólafsfirði en það mikið viðhald framundan og dýrt og svo líka eldra fólk hérna í stórum einbýlishúsum og það mikil þrif og stóri garðar sem það að sjá þannig að þetta náttúrulega kærkomið að geta komist í húsnæði það sem lyfta til staðar og allt á einni hæð, þvottahús, geymslur og þannig að ég held að þetta sé bara kærkomið viðbót. Þú talar þetta sé töluvert dýr framkvæmt. Hvers virði það samt að nýta gömul hús frekar en að vera stöðugt að byggja nýtt? Náttúrulega steinsteypa dýr og við erum náttúrulega með alla hérna innviði og alla veggi og annað slíkt. Það náttúrulega að breyta pípulögnum og rafmagni og setja loftræstingu í húsið en það náttúrulega alltaf byggingakostnaðurinn mjög mikill á Siglufirði út á landi vegna þess að flutningskostnaðurinn svo mikill. Þannig að þegar maður með svona fallegt hús og þessi staðsetning náttúrulega kjörin þá verður maður að nýta það og hérna þannig að mínu mati þetta húsnæði einstakt með til staðsetningar og lofthæðar og bara birtu skilir það, mjög stórir og fallegi gluggar. Jæja, nú erum við komnar hérna nánast upp á þak í æðislegt útsýni. Þetta lúxusíbúðin í húsinu, ein af mörgum. Já, þetta risíbúð, það er verið reynda með 2 risíbúðir og eins og sér útsýni stórkvæmlegt og þetta svona perlan, myndi ég segja og þú færði ekkert betra útsýni hér í Siglufirði og við erum með 15 íbúðir og engar 2 eins, þar eru alveg frá 40 fermetrum eða 45 fermetrum upp í 120 fermetra. Þú getur valið með 2 herbergja og upp í 5 herbergja íbúðir. Íbúðirnar skilast, tilbúnar undir innréttinga ef fólk vill eða lengra komnar. Það bara fólk hefur val, það er ekki pakki þannig að sé, þú getur bara verið með þína skoðanir hvernig þú vilt að hlutin líta út. En við verðum með 3 sýningar íbúð, þannig að ef að fólk hefur áhuga að fá lengra komnar íbúði þá getur að séð hvernig þær gætu litið út. Og lofthæðin líka alveg rosalega mismunandi, ekki satt? Jú, lofthæðin bara í flestum íbúðum 3 metrar.
En í 2 íbúðum hérna á annarri hæð, þar lofthæðin upp í 3,7 metra sem náttúrulega einstakt. Það ekkert verið að byggja þannig íbúður í dag og lofthæðin nú yfirleitt 2,5 metra þannig að þetta alveg bara svona New York stæl íbúðir. Og hvergi fallegra útsýni heldur en akkurat hér? Nei, ég bara var að borga fyrir þetta. Þetta mjög, mjög flott útsýni og sérstaklega svona degi, virkilega fallegt. Akkurat, en þið ætlaði að láta eina litla gjöf fylgja hverri íbúð sem ég fannst svolítið skemmtileg, minningum skólahúsnæði. Já, þegar var verið að tæma risið, þá var náttúrulega komið ýmislegt í ljós og það á meðal gömul skólaborð og við ætlum að láta fylgja öllum barnaherbergjum eitt skólaborð. Og það þessi gömlu það sem hefur hengið skólatöskuna og bara virkilega skemmtilega. Þetta bara minning þá starfsemi sem fór fram hér í húsinu og ætla bara að vona allir bara njóta þess framtíðinni.